Vissir þú að nútímadansarar dansa alltaf berfættir? Þannig dansa er best. Ég heiti Hannes Þór Eiríksson, ég er 28 ára og ég er dansari í Íslenska dansflokknum. Ég var 19 ára og það var bara mér finnst bara mjög vel á fyrst. Það var ég hafði verið í samkvæmsdansum fyrst. Hætti og var ekki að gera neitt, það var ekkert að dansa í 1,5 ár, þannig að það var mjög fínt að byrja eftir. Ballett er örugglega þetta klassíska form, sko, þar sem eru mjög strangar reglur, en nútímadansin er allt leyfilegt og það er svo margt sem getur verið í nútímadans. Ég er ekki alveg viss í dag, sko, en ég átti mér, sko, fyrirmyndir, sko, það hafa oft verið kennararnir mínir. Og það var einn sem heitir Cameron sem var fyrirmyndin mjög lengi og síðan og í dag er ég að vinna með honum, sko. Þannig að hann er samt ennþá mjög mikil fyrirmynd, sko, en ekki mikil fyrirmynd að hann var áður. Fyrir þann sem er að upplifa eða horfa á dans, þannig þarf oft þá er takmarkið sem sagt að koma einhverju tilfinningu til skila og ef það er gert bara með einhver tilfinningum þá náttúrulega kemur ekki til skila. Nei. Tjáir það sem orð geta ekki sagt. Náttúrulega örugglega hefði tónlist ekki verið fundin upp, það hefði kannski dansur örugglega ekki heldur verið fundin upp. Þannig að hún hefur mjög mikið að segja og hefur oft, sko, og hefur alveg líka sem sagt með heildarútkomuna líka mjög mikið að gera eins og oft og það er mikill munur á að dansa með, sko, tónlist eða ákveðinn kafla að dansa með tónlist og síðan án tónlist þá verður útkoman svart. Þeir sem lögðu ekki hart af sér, þeir fengu ekki vinnu og endanum þurftu að gera eitthvað annað en þeir sem lögðu hart af sér og fornöðu sér fyrir dansin, þeir eru með vinnu. Þetta er mjög harð samkeppni, þannig að það þarf að vilja þetta og það þarf að á hvern einasta degi og á hvern einasta klukkutíma að sinna þessu. Vissir þú að á 16. öld þá breyttist ballett frá hallardansum yfir á dansform á sviði? Ég heiti Lilja Rúriksdóttir. Ég er 19 ára, verð 20 í ágúst og ég var að ljúka öðru ári mínu í Juilliard í New York. Ég byrjaði ballett við ballettskóla Eddu Skeving því ég var að verða 30 ára og mér fannst það bara, ég veit að man ekki alveg hvað mér fannst þá, sko, en allavega nógu gaman til þess að halda áfram. Mér fannst það svolítið mikið scary, sko, því ég var yngri og ég fekk oft martraðir sviðið og með svona smá sviðs, ég var svo hrædd á sviðið eitthvað en ég ætlaði samt alltaf að maður stönd og ég gæti. Og hvað er það erfiðasta sem þú hefur upplifað í dansi? Ég ætlaði svo ekki þegar það var bara svona lítil sýning í skólanum fyrir kennarana og allar svona helstu fyrirmyndir og gleymdi öllu. Ég bara gjörsamlega allt var svart og allir héldu áfram og ég bara eitthvað stóð og horfði til loftið. Og hvernig er námið í Juilliard og hvernig líst þér á þegar þú komst fyrst? Það er rosalega strangt, kennararnir eru rosalega strangir og þeir virkilega, þú veist, klengja á hverjum degi. En fyrst fannst mér alveg ótrúlegt. Ég man bara fyrstu önnuna í skólanum að þá gat ég ekki hreyft mig af því að ég var bara svona paralyzed af því að mér fannst tónlistin svo flott af því að það er alltaf lifandi tónlist í skólanum og ég gat ekkert hita mig upp af því að ég var mjög svolítið gæsa mér var bara ískallt og ég var bara eitthvað grenjandi út af tónlistin var svo flott. En námið er rosalega gott og nemendurnir eru rosalega náin og allt það. Hver heldur að helstu munir á íslenskri og erlendri kennslu séu? Helstu munir? Ég held að kannski það fer náttúrulega eftir í hvaða skóla þú ert í erlendis, en ef þú ert í stórum skóla sem er mjög eftirsóttur, þá er sagt við þig hvað sem er. Þú veist, kennararnir segja bara allt, þú ert að vera svo sterkur, þú veist, það myndi allir vera í skólanum hérna og kannski aðeins svona að vera að passa sig og missa ekki nemendur sína, en þarna geta bara strax fengið eitthvað annað, þú veist, það er svo mikið eftirsótt og þú getur bara sagt þér, þú ert að missa 10 kíló, þú veist, hérna, eða eitthvað. Og hver er þín helsta fyrirmynd?
með nokkrar. Ein þeirra var að útskrifast úr skólanum. Mismunandi fólk fyrir mismunandi hluti, held ég. Finnst þér einhver dans áhugaverður fyrir utan ballett? Já, við höfum gert í samkvæmsdans til dæmis. Við vorum í samkvæmsdansi fyrstu einina í skólanum og ótrúlega gaman. En það er bara flestur dans. Við erum líka rosa mikið nútímadansi náttúrulega, svo mikið fókus á það. Hefur góð ráð fyrir það sem vilja ná langt í ballett? Bara vera þolinmóður. Þetta er bara þolinmóður. Að berja ekki sjálfan sig að innan. Hvernig heldur þú að lífið væri án dans? Það er hundleiðilegt, held ég. Ég held þessu ekki hægt. Það er dans allir. Vissið þú að táskor geta enst allt frá einni sýningu til 6 mánaða? Hi, my name is Garth Johnson, and I'm from USA, particularly Chicago, and I am a dancer at Juilliard, and I'm here in Iceland to teach with Lilia. I started ballet when I was 7, I think, maybe 6 or 7, and it was really difficult at first. I didn't like it, and I wanted to quit, because I didn't like ballet. I only wanted to do hip-hop and jazz, but it got better, and I started to learn more technical things. How is Juilliard, and how did you like it at first? I loved it at first. I really loved it. I had a great first year, and it was amazing. And then things got a little rocky, and now I've just learned a lot from it. So I guess it's been a really good experience, and I can't wait to go back. If I could tell the world just one thing, it would be that we're all okay. And not to worry, 'cause worry is wasteful and useless in times like these. I won't be made useless, won't be idle with despair. I'll gather myself around my faith, the light, the darkness most fear. My hand, the smoke. I have to say that this past year I created a dance called Sleep, and that was my favorite memory of this year, especially because it was easily the most gratifying, and I like to choreograph, so it was nice to make a dance that felt so good to make. Possibly, if I had maybe time to travel back to when I was younger, I would definitely stretch a lot more, and maybe if I knew that I was going to become who I am, I would maybe take some, like, I don't know, like patience classes or something. I love listening to music, and it's a driving force for anything that I create, or even if I'm in the car or if I'm listening to any piece of music, it always has a relationship in some way in my brain to dancing, so it's always there. I have a lot of role models. I would have to say I love Lady Gaga. I think she's a role model in a sense that's not in a dancer sense, in a more... But I have so many, so it's terrible of me to pick one person. So I'm just going to leave it at that. I would have to say... Listen to the song, people... let me think of how it goes. It goes like this. I can tell you the lyrics, because I can't remember. Oh, okay. It's
Oh, listen to the song Ghost of Corporate Future by Regina Spektor. It's a song about believing that everybody on the planet is just like you, so there's no reason to feel better or worse than anyone else, so it really diminishes like any nervous feelings whenever I listen to it, and I always remember it, and then I feel like so much better going on stage or meeting new people or doing something that is kind of scary. But if you just let go of your ego and grasp it and go for it. When he gets to the crowded subway platform, he takes off both of his shoes. He steps right into somebody's fat loogie, and everyone who sees him says ew. Everyone who sees him says ew.